Nú ætlum við aðeins að skoða virðisaukaskatt. Hérna ég með dæmi, annars vegar 11%, hins vegar 24%. Það spurt hvað virðisaukaskatturinn hár, hvað hann í krónum talið. Ég ætla ekki að reikna hann dæmi, ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Ef það virðisaukaskattur, ef hann ekki á vöruna, eftir að setja hann á. Ég með eitthvað á tölu, bara 1000 kall. Þá ger ég hérna sinnum 0,11 og hérna sinnum 0,24. Og margfalda með þeirri tölu sinnum verðið, þá bara fæ ég töluna hver virðisaukinn mikill. Ef vaskurinn á, þá ég ekki að margfalda með 11%, heldur 991. Og hér 0,1935. Þetta vegna þess, og þá ef ég geri vara með virðisaukaskatti, þegar virðisaukinn á, já, þá margfalda ég með þessu, þá fæ ég virðisaukann. Vegna þess að 11% ofan á 100 kall 111, en 11 deilt með 111 ekki 0,11 heldur þessi tala hér. Þannig að hér eru tölurnar sem á að nota og breytum þessu í tugaborð með því að deila með 100 og margföldum svo sinnum verðið, annarkvort með virðisauka eða ekki. Passa okkur, erum við 11 eða 24% og þá fáum við upphæðina hvað virðisaukinn hár.